Heil og sæl. Föstudagsþátturinn heilsar að nýju eftir sumarfrí. Brúnn og sællegur eftir blíðuna. Mikið nú gott að vera komin aftur og sjást og vera séður. Fallega fólk, í þessum þætti þá ætlum við örlítið að líta öxl. Það var eitt og annað sem breyttist í þessum þætti á síðasta ári og meðal annars þá tókum við upp það að fjalla fréttir vikunnar. Kíkjum örstutt á hvað var helst talað í fréttum vikunnar. Og í þetta skiptið með nýjum þáttastjórnanda. COVID. Blessuð COVID-börnin. Covidið. Er ekki allir löngu búnir að fá leiði að tala þetta COVID í alvöru? Kosninga. Stelpjörðun okkar unnu 2 leiki. Kosningar. Beint erlendis. Kettir. Kosninga. Þannig að beint flug til Evrópu algjör snill. Nei. Við talum kettina. En Jesús minn, hvað handboltalandsliðið búið að vera frábært. Fyrir Eurovision. Stóra kattamálið. En hann hér komin aðal út af kattafárinu. Hvort að kettir. Það eru kosið aftur. Kattabann. Kettir. Undir kosningar voru vestgeymda leyndamál kosningasögunar. Kosningar. Eurovision kom af ketti. Svona kísa líka á. En það eru líka skógarböðir. Og svona beinuflýi byggt. Já. Með Eurovision. EM í handbolta. Ekki á köttum. Frjálsra útiveri hjá kísum. Það voru þarna einhverjir 2-3 dálítið stórir skjálftar. Kosningar. Verbúðina. Þú veist þessi kosningabaráttu að vera bara með millilandaflugið. Eurovision. Ólympíuleikana. Já, koma COVID. Kosningar. Eurovision. Kattamál. Þetta er kosningar og annað. Leynilega kosningar. Eurovision og kosningar. Eurovision. Já. Já. Það held ég, þar höfum við það. Mætti halda að hafa við lítið að frétta síðasta árið en sjáum hvað var að sumarið. Við ætlum ekki að fara í þessar hefðbundnu fréttir vikunnar í þessum þætti. Við ætlum aðeins að fara yfir fréttir sumarsins svona frá því að við sáumst síðast. Og til minn eru komin þau Kristín Helga Schjött og Sigur Óli Sigurðsson. Verið velkomin. Takk fyrir. Þið erum komið inn áður. Já. Og þannig að við ætlum ekki að tala mikið COVID eða Eurovision eða ketti. Fögnum því. Það er ekki bara? Jú. Nefnum alltaf að byrja á veðrinu. Hvað segirðu? Nefnum alltaf að byrja á veðrinu. Eigum að geyma þá rúsinu þá til aðeins hérna. Annars er ég reyndar, við ekki reyndar, ég er með eina kattafrétt frá því í sumar sem er náttúrulega óhjákvæmilegt. Það er hérna kötturinn Ágústa sem að virðist vera starfsmaður Æsver hérna á Akureyri. Hún er bara mætt við dyrnar á mótnana, tjekkar sinn, er á afgreiðsluborðinu með hinu starfsfólkinu og svo bara fer hún út á kvöldin. Já. Er hún í stéttarfélagi? Hún er alveg örugglega flokksbundin. Já, er það ekki allir? Það er lítur að vera. Ég meina ef eitthvað verið að marka síðasta ötur. Já. Og trekkir hún ekki að eða? Það held ég. Já. Ég held að þetta er frábær starfskraftur. Já. Missir ekki úr veikinu dag. Nei. Nýju líf. Hvað viltu meira? Segðu. En allavega, kettirnir frá. Hvað segir þið? Hvernig hafið þið haft það í sumar? Afskaplega gott. Bara dásamlegt. Dásamlegt. Það er ekki annað hægt. Já. Þó að skiptist á skín og skúrir. Já, nákvæmlega. Við förum bara beint þangað. Já. Við bara berum saman og segjum, ok, það er engin sérstaklega tanaður inni. Nei. Þetta er, sumarið sem ég held að vera haust. Já, maður fer að sofa kvöldin og vaknar í október, hvern einasta dag. Það er svolítið þannig. Þetta er kannski megin ástæða þess að við erum ekki að drekka vatn akkurat núna, heldur kaffi. Ég veit það. Það er bara, maður þarf aðeins ekstra spark til þess að, þú veist, þegar maður lítur út úr glugganum á mótnana og hugsa bara. Já. Ég held að bara allir að byrja að snemma að taka D-vitamin og lýsi í ár. Ekki bíða of lengi með það. Nei, það er bara, þú veist, við fáum ekkert hlið frá því yfir sumarið. Nei. En sko, svo vorkennir maður pínu öllum ferðamönnum því að nú er náttúrulega ekkert COVID lengur. Nei. Allavega ekki svona, einhverja takmarkanir vegna COVID. Nei. Og landið er stútfullt af ferðamönnum. Og það er þvílík aukning og öll gistipláss uppbókuð bara víðsvegar um landið. Aha. Og þau greiðin eru bara í 9 gráðunum. En sjáðu hvað þau eru að flýja. Já, akkurat. Já. Nákvæmlega. Í raun og veru sko. Kannski eru þau nefnilega bara... Því að við erum náttúrulega svo aftengd öllu, bara bókstaflega í veðrinu núna, sem sagt eyjan út í norðri, en hitabylgjan náttúrulega í Evrópu hefur ekkert verið neitt grín sko. Já, bara Nei. Alls ekki. Þannig að það er kannski sko, ef maður ber saman, vill maður vera að steikjast eða, ég veit það ekki. Ég held þetta sé líka hressandi. Ég er að finna eitthvað milliveg. Það væri rosa gott. Það væri hægt sko, en ég skrappa aðeins út í Danmerkur og náði svona í byrjunina á hitabylgjunni sem skall á þar og það var alveg gott að koma og anda sér loftinu sko, þegar maður
lendi, ég segi það ekki. En við fengum alltaf svo frábært sumar í fyrra. Ég veit það, svo verðum við svo gráður. Já, þannig að ég pantaði mér nefnilega utanlandsferð Já. núna og ég hugsa, herri, ég framlengi í sumar, ég fer bara í byrjun október. Ég hefði bara getað að fara í fyrstu helgin í júlí, sko. Framlengja sumari, það hefði ekki komið eitt sumar. Nei, ég veit. En ég held samt að túristinn hljóta að vera ánægður, hann náttúrulega byrjaði að gjósa aftur. Þetta er náttúrulega geggjað, sko, þau koma að hinga og fá svona pínu frá hitanum úti og svo ekki að þau eru orðin búin að kæla sig niður, það labbaðu bara að gósinu og fá hita aftur. Ég sá viðtal við einhverja þarna sem að bara, þú veist, við hérna sem erum kannski vön fréttum að þessu nánast á hverju ári eða annarkvort ára að gjósi hjá okkur og eitthvað svona. Fólk er gjörsamlega dolfallið, sko. Gjörsamlega dolfallið. Þetta er stórmerkilegt. Þetta er stórmerkilegt. Það er bara, og þú veist, maður skilur það rosalega vel hvað þetta hefur mikið aðdráttarafl fyrir fólk þó að maður, þó að maður sé ekkert, maður finnir til með björgunarsveita fólki sem er að vaða eld og brennistein að bjarga þessum greyjum bókstaflega í veðrinu sem búið að vera. En þá skilur maður líka aðdráttaraflið, sko. Já, akkurat, og ég held að það sé svona efni í langa umræðu bara hvaða umbrota tímabili fari í gang hérna á Reykjanesinu því að jarðfræðingar þeir alveg óttast gos bara ansi reglulega næstu árin og áratugi. Já, það er alltaf mér sem fólk fær að byrja að tala ok, eigum við aðeins að hægja á þéttingu byggðar akkurat þarna, eigum við að færa fókusinn aðeins annað og kannski ekki að færa flugvöllinn frá Reykjavík þangað. Akkurat. Til dæmis, ég meina, þú veist, en svona í alveg talað, þetta er náttúrulega vekur mann til umhugsunar virkilega eitt og annað ef þetta er raunin en þetta er bara svona byrjunin. Það gerir það og maður sér líka til dæmis eins og Egilsstaðir, þeir hafa svona bent á bara væri ráð að auka, eða bæta aðgengi flugs til okkar ef að illa fer og svona að horfa á þess lengra frá tíman og frá öðru sunnarhorni, sko. Nákvæmlega. En talandi um einmitt björgunarsveitafólk, ég er að fara að gifta fólk á morgun sem er í björgunarsveitinni í Grindavík og þegar ég var að spjalla við það spurði ég sko, ok, og hvað, nú hljótið þið hafa lendið í þessu, hvað er það ógáfulegasta sem þið hafið séð þarna og það var sem sagt, voru túristar sem voru röltaðir uppeftir og voru bara svona á flip-flops, svona sundlaugar. Bara töflunum? Bara töflunum. Hvernig er þetta hægt? Eða þú veist, hvernig stoppaðu bara ekki og... Já, þú... Mér er eiginlega dáist þessu. Og þetta fer alveg búið að labba í sko 3-4 klukkutíma. Já, skilurðu. Það björgunarsveitafólkið, þau komu að þeim, horfðu á tærnar að þeim, voru djúpt í augun, tóku í axlirnar, snéruðu við og... Baka. Við ætlum ekki að halda okkur heim, sko, nú farið þið. Það er bara þannig. Hvað er í kolli? Er þetta ekki bara akkurat sem við vorum að segja á það? Þetta er svo framandi fyrir marga. Þetta er svo aldrei, kannski, ef þú býrð í Tókjó, ef þú býrð, þú veist, í Peking, þú er aldrei, þú veist, séð nokkuð svona náttúru eða neitt annað, sko. Nei, þannig að þetta er alveg, held ég, rosalega framandi. Ég vann nefnilega á bílalögu í Keflavíkurflugvelli í nokkur sömur og þó nokkri ferðamenn sem komu og fengu leigðan bíl hjá okkur, þeir hefðu aldrei keyrt á göttunni. Þeir hefðu bara farið og lært. Í hermi. Í hermi, fengu bara ökuskírteini, kom til Íslands og leigðu bíl. Jæks. Þannig að, þú veist, þetta er rosalega framandi fyrir marga að labba hérna meira af dölum og alltaf sjá eldgos. En þetta útskýrir allt þetta fólk sem er bara á 60 með lífið í lúkunum að keyra, ok, þetta er, ok, ég öðlaðist innsýn þarna, kannski ekki endilega meira tolerans en innsýn. Það er alveg þannig, sko. Já, ok, vá. Ok, en fleira en gos? Fleira en gos, Gleðigangan var síðustu Gleðigangan, í Reykjavík. Loksins aftur. Loksins aftur, eftir pásu. Og ekki vanþörf á, vegna þess að það virðist vera bakslag því miður, eins og hefur komið fram í réttindabaráttu hinsegin fólks. Þannig að það var bara mikið tilefni til þess að fagna og fagna fjölbreytileikanum og gera mikið úr gleðigöngunni og ég hefði sjálf mjög verið til í að sjá eitthvað svona aðeins meiri sýnileika hérna á Akureyri. Ég tók eftir því að það var svona, þú veist, það er ekkert eitthvað endilega mikið flaggað, það er ekkert verið að mála einhverja götur eða bekki eða það var gaman að sjá eitthvað svona aðeins meira á næsta ári. Það fór lítið fyrir það var ekki gleði fögnuði hérna síðustu ekki allavega. Nei, allavega, og maður skilur þess kannski helgina, þá kannski fer fólk, þú veist, söður og tekur þátt þar, en mögulega eitthvað svona í kring, ég held að fyrir vestan og austan þá er þetta gert bara fyrr sumarið, þá svona farið í... Já, en það var líka samt, sko, það var fyrir austan núna, þessa helgi. Var það þessa helgi? Það er í nokkuð vissum. Já, það getur. Ég held að Jódís og þar hafi, ég rugla, var það helgina áður? Kannski. Allavega, það var fyrir austan, ég veit það var fyrir vestan líka. Ég sá hérna hvort það var á Bíldudal eða Patró, það var
það var þar, sá ég var að M til göngu sem er svo frábært framtak, sko. Já, algjörlega. Og algjörlega finnst að, sko, eins og þú segir, það hefur komið pása sem þetta hefur, sem að gleðigangan hefur ekki verið hægt að fara í hana, eins og allar aðra hátíðir sjálfu sér, sko. Og maður svona, ósjálfrátt velti fyrir sér, sá þessi stórkostlega skemmtun, þessi ofboðslega litskrúð og þessi dásamlega sýnileiki, þú veist, fjarvera hans, hvort að það sé, þú veist, tali við þetta bakslag sem er svo öllum ljóst að það er bara á öllum stigum, sko. Megum alltaf bara ekki sofna á verðinum. Nefnilega ekki. Nei, það sem að okkur finnst vera sjálfsagt því miður, virðist vera. Bakslagið, það kemur svolítið hratt, þannig ég held að við ættum svona aðeins að bara öll að vera meðvituð það og það er hægt að gera eitthvað aðra daga heldur en akkurat þessa helgi, bara sem sagt, fagna fjölbreytileikanum. Fagna lífinu, fjölbreytileikanum, við erum alls konar, við spönnum alls litrófið, þú veist sem betur verið, heimurinn ekki svarthvítur. Algjörlega. Í lifandi skilningur ósku væri það ömurlegt. Heldur betur. Þannig að að gera sofna hjá verið, líkilættri. Nákvæmlega, ég meina, þú veist, og talandi svarthvít einmitt, ég var einmitt að lesa frétt algjörlega ótengt en bara, þú veist, það sem að er allt annað upp á tinnum eins og hann Kim Jong-un fullir núna að hann hafði bara hrakið COVID úr Norður-Kóreu sig. Já. Það er ekkert COVID þar. Nei. Stórkostlegt. Hann er rosalega magnaður. Já, ef einhver getur hann það. Já, ég meina, þetta held ég hljóta að vera besti ráðamaður lands fyrir og síðar. Þetta er bara búið. Hrekur veirur á brott. Kemur úr þessari fjölskyldu, sko. Eru ansi magnaðir, svona með það sem maður lesið og heyrt. Já. En ég held að vera þegar þú talar svarthvít, sko, ég held að vera að fara að nefna Olivia Newton-John. Já, býtum við, ok, og tengingin í svarthvíti hún er ekki svo gömul. Hún var ekki svarthvít í myndunum. Nei, en sko ég horf alltaf, þegar ég hugsa Grís, þá hugsa ég sko einhvern veginn svarthvít því að þeir eru alltaf í svörtum leðurjökkum. Þannig að ég held að vera að fara að þangað, sko. Ég skil. En hún hvatti þennan heim. Hún hvatti þennan heim. Já. Og það var mjög krúllegt að lesa kveðina frá John Travolta. Já. Ég veist af henni. Það var alveg miður sín, bara þinn að eilífu, John. Já. Það var verið mjög góði vinnir. Hopelessly devoted. Já, og það verður ég held að sko ríkið, ástralska ríkið mun halda kveðjuathöfn og þetta verður bara, ég held að það sé bara næstu þjóðarsorg og þetta verður henni verður haldið uppi minningu hennar. Já, akkurat. Það er fallegt. Grís er náttúrulega mun lifa að eilífu. Börsjó sá því hvað manni finnstu það, þá mun það lifa að eilífu. Er einhver sem fílar ekki Grís? Ég skal játa á mig, ég er mikill söngleikja aðdáandi. Grís ekki á topp 10 hjá mér. Mér finnst músíkin æði, restin er drasl. Ég ætla að segja það reitt. Já. Sorry. Grís ekki á topp 10 á þér. Ég gæti ekki nefnt 10 söngleiki, sko. Grís er nummer 1 hjá mér. Ok. Þannig að Grís er klálega á topp 10 hjá mér. Ólíkt hafast er að. En ég elskar söngleiki og músíkin úr Grís er dásamleg. Þetta er orðið bara algjört, þetta er bara íkon. Mikið klassík, sko. En það er annað íkon sem er samt að kveðja sjónvarpsskjá en ekki kannski þennan heim, vonandi ekki strax allavega. Nei, já. Edda? Já. Hún er hættur að segja fréttir eftir hvað, 50 ára eða eitthvað? Já, 50 ára í fjölmiðlum. Já, hún kannski ekki búin að vera frétta þulur í 50 ára. Ég man fyrst eftir henni, held ég, þá var ég unglingur að hún var með Skonrock. Sem var forveri Popcorns. Og mér finnst einhvern veginn að fá svolítið tómat. Við feitum svolítið út af það. Reality check, ég er gamall, ég er á 60-saldri. Hvað sér, FNÍ með blöð? Nei, þá viljum við fyrir eitthvað exit. En semst Skonrock, hún og Þorgeir Ástvalds voru að bíla með þetta voru semst myndböndin. Í þá dag var náttúrulega ekki takt að, þú veist, það var sára sjaldan sem maður fékk að horfa á músík í sjónvarpinu. Það var dásamlegt, hún var með það. Hún er, hennar verður saknað, sko, á skjánum. Hún er alltaf alveg ótrúleg. Kýpa, algjör kempa. Já, akkurat. Hún er búin að standa vaktina ansi lengi, sko. Hún og svo náttúrulega Bogi á RÚV. Já, og bæði virðast sofa í sama formanlínu. Já, nefnilega. Eldast ekki. Nei. Bara maður svona horfir í speilinu og hugsar En sko, það er annarkvort það að tækninni fleytir svona ægilega fram í sminkinu. Ég ætla að gefa þeim þetta. Já, ég líka. Það er annarkvort allavega. Já, það er akkurat þannig.
Eitthvað fleira sem að ferðuðustu eitthvað í sumar? Nú náttúrulega var sko, þú veist, það var ekki bara þorpshátíðir sem að komast á koppinni í sumar, heldur náttúrulega það komast á loksins, þú veist, fótboltaforeldrar hafa norpað og verið rýndi niður reglulega í sumar, veit ég, mjög ánægilegt. Já, bærinn hérna fylltist af fólki fyrstu helgin í júlí á N1-mótinu og Pólamótinu, sem var bara frábært og þetta held ég á þess að lasta aðrar helgastærsta ferðhelgi sumarsins hérna á Akureyri allavega og bara gekk allt vonum framar veðrið með þess að slapp til. Já, ok. Talandi um það, maður segir ekki veðrið var gott. Nei, slapp til. Það slapp til, akkurat. Ég er búinn að gifta þónokkuð magna fólki í sumar sem veðrið var kannski ekki gott en þetta slapp til. Já. Og svo náttúrulega fengum við eina með öllu aftur og þjóðhátíð var haldin aftur. Þetta er svona alltaf komast í eðlilegt horf eftir 2 ára pásu. Þar sem við svona náða að taka upp gamla siði og gamla hefðir. Og aðeins greinlegt að sumir, þú veist, eftir alla þessa pásu hafa þurft að svona aðeins að blása út bæði á djamminu og sömulegis foreldrar fótboltabarna hafa þurft greinlega aðeins að fá útrás. Það vakti svolítið athygli í sumar. Það gerði það, það var þarna... Var þetta orðum aukið eða? Nei, sko umræðan var kannski svolítið óvægin á endanum. En þetta gerðist allt í hita leiksins og hérna... En ég hef alltaf haft það að segja sko að láta kappið aldrei bera fegurinn og ofurlið þegar kemur á svona sko. Það finnst mér ansi gott og ég reyni ofta að segja það við fólk sem er að æsa sig sko að láta ekki kappið bera fegurinn og ofurlið. En hvað ég var að segja, fyrir sum er þetta bara óbúslega mikilvægt sko og ástríðan brennur þarna en það má samt aldrei ganga langt sko. Nei, ég veit það, ég er ofbúslega fegin að ég sé ekki fram á að ég verði fótboltaforeldri. Dætur mín eru bara virkilega annars staðar, önnur eru bara stundum ekki til fyrir neðan höfuð. En vegna þess að sko ég fer sjálfur í bumbubolta annars lagið. Það er mjög margt ókristilegt sem að ég segi og mögulega gerir þar. Það losar hömlur? Ég er hömlulaus, alveg. Það er enga bremsur. Það er algjörlega þannig. En svo er það oft líka með þetta sko að svona mót eins og þú veist það komst í fjölmiðla að á N1-mótinu hefði orðið þarna einhver orðaskipti milli foreldra. Að það er, skilur, eitt atvik, við spilum samt alveg 900 fótboltaleiki á mótinu. Já, ég veit það. Þetta er dropp í hafið. Þetta er dropp í hafið sko, það gekk allt rosa vel sko, en eins og ég segja að það er örugglega pínu rétt hjá þér að fólk þurfti aðeins að blása eftir. Já, svo bara lærum við þessu og kannski höfum okkur betur næst. Já, nákvæmlega. Mistökin er að læra þeim. Það er það sko, það gera allir mistök. Við þurfum bara að standa upp og læra. Akkurat. Plön fyrir haustið. Þú ert að fara til útlanda? Ég ætla að fara til útlanda. Ertu að fara með Næser? Nei, sko, því miður. Ég er að fara til Króatíu. Ok, svolítið erfitt þá. Já, en þeir fljúga ekki þangað. Nei. En því líka gaman að lesa það að sæta nýtingin hjá Næser hafi verið 86-7% fyrstu mánuðina. Veist það gegn? Það er bara frábært. Já. Algjörlega. En já, ég ætla til Króatíu í haust. Ok, það var notað lífsins framlengja sumari. Ég fór til Danmerkur í sumar, heimsótti heimabæinn minn Árásir og það var alveg magnað að skutlast bara niður á flugvöll og vera lent í Kaupmannahöfn stuttu seinna og þetta bara þetta er alveg frábært. Lífsgæði. Þetta er það og þannig að ég er einmitt líka mjög glöð að sjá þessa sætendingu og vona að þetta verði áfram. En ég er búið með flugkvotan minni bíli, þannig að ég reyna að fara svona, ekki of oft sko, þannig að Finnst þér óþægilegt að fljúga? Nei, ég er að horfa á kolefnissporið mitt. Kolefnissporið? Já, þú ert hopelessly devoted. Ég er hopelessly devoted, þannig að ég reyna að velja svona, að fara ekki of oft, en ég nýt þess verulega þegar ég fer og þetta var mjög góða ferð. Ég skil þig. Ég ætla að skila mér á bak við þetta. Ég er að fara til útlanda í haustið mitt. Ég fer til Danmerkur, þessi þjóðar að flýja til Danmerkur og það verður ég hugsa að bara nánast eina flugið mitt í ár. Þannig ég fer með nokkuð góðri samvisku. Já, eins og sé, það er gott að velja vel. Svo eru nú einhver flugfélög farin að bjóða upp eins og Icelandair að kolefnisjafna flugið þitt, borgar aðeins meira og þeir, planta tré, kolefnisjafna eins og heitir. Já, einmitt. Sorry, sem bara mjög gott. Já, ég held að það var ekki trú á þessu samt. Ég er með, ef að segja sem ég með smá saltklípu í hendinni að þú veist, ég er svona, já. Mjög gott, vinningvægt framtak og dásamlegt. Við þurfum öll að hugsa umhverfið og kolefnisjafna okkur á einn annan hátt. Það er þannig. Ástar, þakkir fyrir komuna og þessa yfirferð. Við höfum klárlega gleymt alls konar en gos og veður. Ef að segja að það verði umfjöllunarefnið næstu fréttatíma hjá okkur hérna. Já. Það verði næsta klipp að ári. Já. Það getur verið gos. Sjáum til. Hafa það gott. Takk fyrir sömuleiðis. Og
við förum úr þessu spjalli yfir í góðsagnakennda hljómsveit. Það eru Helgi og hljóðfæraleikararnir sem að ætla að flytja okkur afmæli. Og eftir það, þá ætlum við að rifja upp brotum okkur viðtölum við ágæta listamenn. Við sjáumst eftir.